Komið sæl, við sjáum hér tunglmynd sem var tekin af landinu í dag, rétt fyrir klukkan 2. Hún sýnir að það var nú talsvert meira skýjað á landinu núna heldur en undanfarna daga en það náði hámarkshiti líklega ekki 20 gráðum, hann var 19,45 sem staðar á austanverðu landinu en meðalhitin á Akureyri virðist hafa náð nýjum hæðum í júlí og var 14,3 gráður svona samkvæmt fyrstu tölum og þar var einungis 30% af úrkomi meðalári en þá svo sem eftir að fara betur yfir þær tölur og við sjáum betur hvernig júlí reiknast upp á næstu dögum. En á yfirlitskortinu sjáum við að hæðin yfir Grænlandi aðeins að hörfa til norðurs og það kemur hér lægðakerfi sem að veldur úrkomi á landinu með suðvestanátt næstu daga en svona stóru lægðakerfin eru þó langt suður í hafi og það vallað hreyfi vind með þessari lægð. En hún hins vegar ber með sér áframhaldandi hlýtt loft þannig að þó að hæðin sé komin talsvert norður af að þá sígur kaldaloftið ekki til okkar í bili og við sjáum að það ennþá þessir mildurauðu litir hérna yfir landinu. En við sjáum að skýjahulu og úrkomukortinu og það svona aðeins meira þessa bláu og grænu flekki næstu daga en það veitir svo sem ekkert af úrkominni, það hefur ekki verið mjög mikil úrkoma á landinu, ekki einu sinni á sunnan- og vestanverðu landinu í júlí þó það hafi verið mikið til skýjað en það ætti aðeins að bæta í og einnig á norðan- og austanverðu landinu núna á þriðjudag og alveg útlit fyrir að það gæti orðið einhver þokusúld og smá væta líka á morgun. En í fyrramálið semst útlit fyrir hæga breytilega átt, helst að það sjáist til sólar allra austast á landinu og hitastigið þetta 10 til 13-14 stig. Það verður líklega einhver rigning víða landi í nótt og í fyrramálið og það verður svipað síðan á morgun að úrkoman verður svona heldur sig kannski fyrir norðan og það má búast við nokkuð öflugum síðdegisskúrum víða á norðanverðu hálendinu og jafnvel inn á Hérað og eins í Eyjafirði en það verður svona kannski meira skýjað og svona væta hér og þar á vestanverðu landinu. Hitastigið hækkar ekkert rosalega mikið frá því frá mótni til kvölds en líklega einhverjar nokkra gráður en það ólíklegt að hitin færi í 20 stig einhvers staðar á landinu á morgun. Það svipað sögu að segja af þriðjudegi, þá áttin svona hægbreytileg eða hafgóla, hitastigið ósköp svipað og bláu flekkirnir raða sér svona mjög vítt og breitt landið, líklega rigning í öllum landslutum, kannski helst að það sleppi á Langanesi og Melrakkasléttu en þar gæti þó verið þokusúld í hafgólanni. Á miðvikudag áfram mjög svipað að litast kannski að sjáist aðeins til sólar á sunnanverðum Austfjörðum en einhver samfelld væta líklega hér allra vestast og síðan skúraveður á norðanverðu landinu og mögulega með suðaustur ströndinni. Hitastigið áfram svona frekar milt en ekki þessar miklu eða hái hitatölu sem við höfum kannski vanist í júlí. Á fimmtudag litlar breytingar, áfram þetta svipað hitastig en gæti þó séð til sólar á höfuðborgarsvæðinu og kannski víðar við Faxaflóa en með hafgólinni ætti að vera einhver dálítil væta eða þokusúld á norðanverðu landinu og líklega líka inn til landsins úr suðaustri frá svona suðaustri og upp á miðhálendið. En ef við bregðum okkur aðeins til Skandinavíu þá nú frekar haustlegt að litast í Skandinavíu sérstaklega, þar gular viðvaranir í gildi vegna vinds og úrkomu en eftir því sem að sunnar dregur hlýnar en það þó víða búið að vara við þrumuveðri og það ennþá viðvaranir vegna mikilla hita í Suður-Evrópu, bæði á Suður-Ítalíu og Grikklandi og eins í Bosníu. Það líka hitaviðvaranir í Suðurríkjum Bandaríkjanna, þar bæði mjög heitt og mjög rakt eins og sjáum hér að þá útlit fyrir rigningu í 30 stiga hita og það ekki mjög gott að vera í slíku veðri. Það þurrar eftir því sem förum vestar í eyðimörkina en eins og svo ofta áður það nokkuð tempraður hiti í Kaliforníu allavega næstu daga. En það svona vætusamara að litast hjá okkur heldur en að hefur verið síðustu vikurnar. Það má búast úrkomu víða land bæði á morgun og á þriðjudaginn og hitatölurnar þetta 10 til 15 stig. Verið sæl.